Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að renna yfir eina módelskák í Grand Prix árásinni með biskup C4 og þessi skák frá árinu 2010. Þetta er reyndar hraðskák en hér eigast enga síður við tveir af bestu skákmönnum heims á þeim tíma, Fabiano Caruana frá Bandaríkjunum og Boris Gelfand frá Ísrael. Og Gelfand er mikill sérfræðingur í sikilega vörn og þess vegna er dálítið athyglisvert að hann tapi þessari skák svona illa eins og hann gerði og það lærdómsríkt að sjá hvernig Caruana útfærir sóknuna hér. Byrjunarleikirnir eru hefðbundnir eins og áður: F4, G6 og riddari F3, biskup G7 og biskup C4, riddari C6 og stutt hrókun. Og hér ákveður Gelfand að stilla riddarinn sínum upp á F6. Aðrir leikir eru E6 og fara með riddarinn á E7. En eftir riddari F6 þá kom D3 hjá Caruana og stutt hrókun hjá Gelfand. Og hér er einn möguleiki fyrir hvítan að leika drottning E1 og drottning H4. Þetta höfum við séð áður. En Caruana lék í þessari stöðu F5 sem er sennilega svona hraðskákleikur, sjaldgæfuleikur, óvenjulegur en enga síður svona í anda Grand Prix árásarinnar. Gelfand drap þetta með G-piði og þá kom drottning E1. Það voru sama hugmynd og áður, drottningin var leiðin yfir á kongsvanginn og svarta kóngstaðan svolítið opinn. Gelfand drap núna á E4 með peði og Caruana drap tilbaka með D-piði. Nú svartur peði undir en hvítur hefur greinilega bæti fyrir peðið. Drottningin var leiðin annarkvort á G3 eða H4 eftir atvikum. Biskupinn getur farið á H6, hefðbundin sóknaráætlun hjá hvítum. Þannig að Gelfand ákvað að reyna að stinga þessu upp í biskupinn á C4 með að leika biskup E6. Þetta lítur við fyrstu sín ekkert sérstaklega vel út. Hvítur virðist geta drepið og leikir riddari G5 en sennilega er svartur í ágætum máli með að hann valdar E6 peðið sitt bara með drottning D7. Þannig að Caruana ákvað eftir biskup E6 að leika riddari D5. Þá leik Gelfand riddari E5 og þetta var drepið og þá kom biskup G5 hjá Caruana. Caruana teflir þetta mikilli grimmd sem er eiginlega nauðsynlegt fyrir hvítan í þessu afbrigði. Hvítur þarf að vera svolítið ákveðinn til þess að fá eitthvað frumkvæði. Nú kom biskup drepið D5 og E-drepið D5 og drottning D6 hjá Gelfand og drottning H4 hjá Caruana. Og nú ákvað Gelfand að hirða peðið á D5. Hann hefur sennilega verið í vandræðum með að finna leiki. Það er auðvelt að tefla hvítu stöðuna. Hvítur getur komið hróknum sínum á A1 á framfæri, annarkvort farið með hann á D1 eða E1. Hann getur farið með hrókin sinn á F1 yfir á F3 og H3 eða jafnvel G3. Biskupinn getur bakkað á D3 með hótunum á H7. Það er auðvelt eins og ég segja að tefla hvítu stöðuna en erfitt að tefla svörtu stöðuna. Það er kosturinn við þetta afbrigði. En eftir riddardrepið D5 þá lék Caruana hróku D1 sem leppar riddarann og svartur á þá bara einn leik til þess að valda hann, það er E6. Og þá kom mjög skemmtilegu leikur hjá Caruana sem að byggir á því að þetta riddarinn er leppur á D5 og svartur er svolítið varnarlaus á kongsvagnum. Eftir E6 leikinn þá kemst svarta drottningin ekkert í vörnina, hún er svolítið lokuð úti og Caruana lék þess vegna hrókur F6. Mjög flottur leikur hjá honum. Hann leppar E-peðið hér og hótunin er einfaldlega bara að taka riddarinn á D5 þannig að svartur getur ekki drepið á móti. Ef svartur drepur hrókið með biskup þá drepur hvítur með biskup á móti og hótar máti með drottning G5 skák og það er engin leið að bjarga þessu nema bara einfaldlega að fórna drottningunni með að drepa á F6 en það er vonlaust fyrir svartan. Þannig að eftir hrókur F6 þá bakkaði Gelfand með drottningunni sína á C7. Caruana drap á D5 með biskup og lék þá hrókur D3 og hugmyndin er að sveifla hróknum yfir á H-línuna með hrókur H3 og máta svartan á H7. Eins og ég sagði á hann, dreipið svartur á F6 þá var hann strax máta eftir biskup yfir F6 og hann okkur hrókur G3 skák eða drottning G5. Þannig að Gelfand reyndi hrókur eftir D8 og þá lék Caruana biskup H6. Þetta drap Gelfand og Caruana drap með drottningu og nú er bara einfaldlega hóturinn að skáka á G3 og það er engin vörn fyrir svartan. Ef svartur leikur kóngur H8 þá getur hvítur leikið hrókur H3. Svartur reyndi E4 en Caruana skákaði á G3 og hér gafst Gelfand upp.
eini leikurinn til þess að forðast mát er að gefa drottninguna, en sú staða er auðunin fyrir hvítan. Takk fyrir þetta.